Takk fyrir að koma, frábært erindi hérna á undan, bara virkilega áhugavert og gaman að fá að hlusta á það og sérstaklega fá þetta tækifæri hérna líka til þess að hlusta og segja frá störfunum sem maður að vinna á þessum vettvangi. Ég er sálfræðingur í Menntaskólanum í Hamrahlíð í nýju starfi sem var tilraunaverkefni sem byrjaði í fyrravetur og er á sínu öðru ári núna og við erum að reyna svona. Já, það hefur verið að reyna að skipuleggja og starta þessari þjónustu að hafa sálfræðinga starfandi í menntaskólum. Þetta er töluvert umræðuefni, þetta er talað þetta fyrir kosningar og á stjórnmálamönnum og af alls konar hópum í samfélaginu að þetta sé aðgengi að sálfræðiþjónustu sé æskilegt og meðal annars æskilegt og mælt með því erlendis að hún sé aðgengilegt í nærumhverfi ungs fólks. Og það auðvitað skólaumhverfið nærtækur þjónustuaðili. Mér langar aðeins svona segja ykkur frá því hvernig við höfum nálgast þetta niður í MH og kannski hugsa aðeins uppátt með okkur líka svona horfa aðeins fram á veginn hvaða tækifæri eru í þessu samhengi og á næstun og möguleikar sem maður svona gæti séð fyrir sér. Ég hef ekkert öll svörin en svona langar að hugsa þetta með okkur. Það ekki mikil hefð fyrir því að sálfræðingar séu í framhaldsskólum. Það töluvert meira sálfræðingastarfi á vegum grunnskólana við frumgreiningar og mat- og námsáruvileikum og stuðningin í bekk og ráðgjöf til foreldra. Og þetta má kannski segja, ég meina í sumum sumum kommunum eða fylkjum í Danmörku þá hafa verið verkefni sálfræðinga í framhaldsskólum síðan 1992. Það má kannski segja það og þar við þar eftirbátur töluverður. Það nokkrir skólar sem hafa farið í gang með svona ákveðin þróunarverkefni eða svona vísa þessari þjónustu undanfarin ár í mismiklu mæli þó og mismiklu umfangi og þau hafa lifað misvel. Það jákvætt að þetta hefur náð þessi umræðum að hafa sálfræðiþjónustu í framhaldsskólum hefur náð eyrum stjórnmálamanna. Þetta komst inn í stjórnarsáttmálann hjá ríkisstjórninni sem nú að fara frá. Þannig að við vitum að hún ætlaði að auka aðgengi meðal annars að sálfræðiþjónustu í framhaldsskólum og virtist vera meirihluti fyrir því inn á þingi fyrir ári síðan því að meðal annars var lögð fram þessi þingsályktunartillaga um að tryggja aðgengi að sálfræðiþjónustu innan veggja skólans. Eins og veit ég ekki alveg hvað var þessa þingsályktunartillögu. Veit ekki hvort hún hafði dagað upp eða hvar hún endaði í þinginu og það voru ekki komnar neinar konkrét tillögur svo ég veit til útfærslu ríkisstjórnar á þessum hugmyndum sínum sem voru stjórnarsáttmála. En nú gefst okkur tækifæri það ekki að velja nýtt fólk með þessar áherslur og ég veit ekki betur en að stjórnmálaflokkar séu nokkuð sammála þetta. Það sem ég hins vegar hef áhyggjur af og það bara kannski raunverulegt að benda á það að það þurfa tveir hlutir að vera til staðar til þess að verða veruleika. Við þurfum annars vegar að tryggja þessu fjármagn, raunverulega upphæð og horfa það til langs tíma og það þarf líka að hafa formlega stefnumótunum hvað eiga þessir sálfræðingar að gera, hvað á þessi þjónusta bjóða upp á, hvernig á hún að passa við aðra þjónustu sem er í boði. Og þessi umræða finnst mér ekki hafa alveg farið nógu mikið af stað. Þessi tilraunaverkefni sem hafa verið gerð á Íslandi eru svona með ýmsu lagi. Við erum með rúmlega 30 framhaldsskóla á Íslandi, misstóra. Og þjónustu úrræðin og möguleikarnir þær eru mjög misjafnir. Bara að taka eitthvað svona handahófi, Menntaskólinn á Hamrahlíð er 1200 nemendur, Menntaskólinn og Húsavík, framhaldsskólinn Húsavík 100. Þannig að úrræðin sem þessi skólar eða mannaflinn eða fjöldin sem þeir eru að þjónusta er mjög ólíkur og ólíkar áherslur sem að þeir ólík útfærsla kannski af þjónustu sem myndi eiga við í hvoru dæmi. En það má kannski til einföldunar segja, þú veist að flestar þessar ráðningar að hafa sálfræðinga í framhaldsskólum hafa falið í sér einhvers konar tímabundnar ráðningar, verktökuvinnu, stofusálfræðingar ráðnir til að sinna einhverjum verkefnum, námskeiðahaldi, fyrirlestrar eða vera svona standby, kalla í þá eftir þörfum
og eða í samstarfi við þjónustumiðstöðvar eða félagsþjónustu á svæðinu. Dæmi það eins og þjónustumiðstöð Breiðholts hefur verið með þjónustu við Fjölbrautaskólann í Breiðholti, líka verið svona á Snæfellsnesi að einhverju leyti. Og ég ekki alveg með, og það engin einn aðili að halda utan þetta heldur. Hvað eru allir þessi skólar að gera? Hvaða þjónusta hefur farið í gang? Ég hef gert svona veika tilraun til þess að kalla eftir út í hóp sálfræðinga, hei, þið sem eru hérna að vinna á vegum framhaldsskólana, látið mig vita. Ég er að reyna að átta mig á að mynda tengslanett og stofna Facebook-grúpu og bara, hverjir eru hvar? Og það ekkert rosalega mikið svör. Ég held að ég svona í fyrra þegar ég prófaði þetta, þá gat mér svona til að það eru upplýsingar sem ég náði með svona Facebook-hætti í umræðuhópi margar sálfræðinga voru svona 11 skólar sem höfðu einhverja aðkomu sálfræðings í skólanum. Módelin sem ég gat áttaði mig á virtust vera helst 3 sem fólk var að styðjast við. Að ráða sálfræðing til starfa innan skólans með fasta viðveru, bara vera þær í nokkra daga í viku, 3-4 upp í 5 daga. Það eru fáir sem hafa farið af stað með þetta úrræði. Fleiri sem hafa farið kannski annarkvort 2 eða 3, það sem samstarf við félagsþjónustuna í nágrenninu eða samstarf við sjálfstætt starfandi. Og það segir sig kannski sjálft að þá verður umfangið öðruvísi. Útfærslan verður minni. Það þá meira kannski í námskeiðahaldi eða tilfallandi að námsráðgjafar geti vísað ef það talin þörf á. En það verður að skapast allt önnur dýnamík og þetta hef ég heyrt í þeim sálfræðingum sem að vinna á vettvangi. Þegar maður bara inn í skólanum frá 9 til 4 og það bara opið og þau geta droppað inn í frímínútum og það hægt að vísa nemendum sem eru einhvern veginn að krassa inn í tímum beint til sálfræðings. Það verður miklu meiri svona samfélag og maður verður miklu meiri hluti af skólasamfélaginu og það verður allt öðruvísi áhersla sem maður getur þá farið að skoða. Í MH þá er ég ráðinn til dæmis inn á þessum forsendum að vinna gegn brotthvarfi, að styðja við þá nemendur sem eru í brottfallshættu, finna þá og reyna að draga úr líkum á að nemendur hverfi úr námi. Ákveðnar vísbendingar í könnunum á brottfalli nemenda að stór hluti þeirra glími við sé vegna andlegra erfiðleika. Almenn ráðgjöf, mat á vanda, stuðningur, stærstu leyti einstaklingsviðtöl, aðkoma, reyna að þjónusta marga nemendur, geta ekki þjónusta mjög umfangsmikla viðtalalótur, þannig að ég að miða við 3-4 viðtöl sem sé svona þjónustu svigrum sem ég hef per einstakling ef maður þarf að takmarka sig. Ég vísa nemendum í formlega meðferðarvinnu hjá viðeigandi stofnunum og sérfræðingum ef viðfangsefni eru utan míns sérfsviðs eða umfangsmeiri en ég get veitt og þar held ég sé mjög mikilvægt að við stöldrum við að við séum ekki að fara að verða með heilbrigðisþjónustu með fullum mætti. Heilsugæslan og geðdeildir eiga að sinna sínu hlutverki og eiga að fá tilvísanir af þeim sem þangað þurfa að leita. Það eðlilegur vettvangur fyrir fólk sem með mikla geðræna erfiðleika en auðvitað vægari einkenni, álagskrísur, lífskrísur og það sem kemur upp á, þar getur maður lagt mikið til málana. Ég hef verið að halda fyrirlestra á foreldrakvöldum og nemendakvöldum, ég hef verið að koma mér inn í lífsleiknina og ég meina það bara töluvert verkefni eins og í svona stórum skóla eins og ég það 360 nemendur og ég að fara að halda einhver 20+ fyrirlestra núna bara þessu mánuði að koma inn í alla lífsleikni, með svona fræðslu tilfinningastjórnun, hvernig maður bregst við kvíða og álagi, normalisera líðan og eiga þetta samtal með þeim og hjálpa þeim að vinna ákveðin verkefni sem eru svona, þar sem maður að tala við alla, ekki bara þá sem eru í einhverjum sérhópum. Ég finnst þetta vera mikilvægt. Mér finnst mikilvægt að eiga samræðuna við alla nemendur heldur og ekki bara taka út þá sem eru í einhverjum sérhópum. Mér finnst það tækifæri. Og svo vinn ég líka í góðu samstarfi við aðra námsráðgjafa og hjúkrunarfræðing og kennara skólans í þessum. Þetta smá yfirliti við tölfræði sem ég tók saman í fyrra. Það var ekkert vandamál. Ég þurfti varla að láta vita af mér. Þau voru bara mætt leið. Þau voru það jákvæð. Þetta það stórkostlega sterkir krakkar og flottir og meðvitaðir. Þau leita sér aðstæður ef hún í boði. 205 krakkar á einu vetri. Það sem alveg gríðarlega mikið. Þau banku upp á, senda með tölupóst, komu með kennurunum sínum, foreldrar hringju undan.
Það er náttúrulega geta segja það að þetta ókeypis þjónusta. Þau koma út af alls konar. Þetta svona yfirleitt yfir ástæður sem þau gefa upp, ekki að ég hafi greint með eitthvað. Það oft komið inn og ég er hérna með kvíðakast eða eitthvað svoleiðis og ég að kalla það að vera kannski að fara yfir á stressi, að vera með rosa kvíðakast eða hérna og ýmislegt og svo fer maður að vinna með það og svona vinna í hverju felst erfiðleikanir. Það til dæmis mjög áhugavert að eiga það samtal til dæmis að það virðist vera normalisera hjá ungu fólki að hérna og meira svona félagslega samþykkt að vera að glíma við kvíða og jafnvel þunglindi. En það rosalega viðkvæmt að segja að ég er einmana og ég á enga vini. Og það bara mjög áhugavert, mér finnst það áhugaverð pæling sko. Því að þegar maður fer yfir daginn með þeim, þá eru þau stundum bara í rosa basli með það. Að finna sér sinn pláss í þessu flókna félagslega umhverfi. Og það þýðir ekkert endilega að maður sé að glíma við geðsjúkdóm, en það vissulega erfitt og vandamál. Og ég svolítið upptekinn af því að nálgast þau að normalisera að okkur líður ekkert alltaf vel. Og það eðlilegt að ganga gegnum lífið og það eru brekkur upp og það eru brekkur niður. Og við þurfum að læra að umgangast þennan þessar tilfinningar okkar sem eru allavegana. Og þeim vantar oft bara svona færni og reynslu og innsýn inn í það, hvað það sem ég er að ganga í gegnum. Þetta var bara svona viðvarandi allan veturinn, töluvert mikið af viðtölum sem að var að sinna. Og hérna finnst mér líka mjög áhugavert að þau eru ekkert öll að þurfa rosalega mikla þjónustu. Að lítil þjónusta eða nokkur viðtöl getur verið bara að gera rosa mikið fyrir stóran hópa af þessum krökkum. Og það bara mjög fyrirbyggjandi leið og ódýr leið ef maður nær að vinda ofan á einhver hlutir þrói með sér full-blown kvíða eða falli þrói með sér rangt hugsunarmynstur og nær að koma því í ferli og að þau nái að utanum það áður en hlutirnir verða of umfangsmiklir. Og líka áhugavert að það eru ansi margir mikið brottfall og mættu ekki tíma hérna, það kannski vel þekkt vandamál. Mér finnst þau nýta þessa þjónustu mjög vel og með alls konar vangaveltur, alls konar hlutir sem koma upp í þessum umræðefnum. Það allt frá því að vera aukaverkanir pillunar yfir í kvíða, yfir ástarsorg, heimiliserfiðleika, einmana. Þetta bara flóran af þessu lífi sem þau eru að glíma við. Og þau hafa haft orðið að gott að sækja innan skólans. Þetta ekki mikið rót fyrir þau að koma og geta droppað inn. Og mér finnst ég upplifði svolítið ánægilegt. Mér ánægilegt að upplifa þessi kynslóð lítist miklu minna stigma gagnvart því að fara til sálfræðings en held ég var hjá minni kynslóð. Og ég bara fertugur. Ég að gefa hafragraut á morgnana og þau koma og panta tíma fyrir framan samnemendur. Heyrðu þið, ætlar ekki að láta mig fá hérna. Þaustu pósti minn í gær. Og minna á og grípa mann á ganginum. Og það finnst mér mjög jákvætt. Og þetta útfærslu atriði, finnst mér, hvernig maður þróa svona þjónustu inn í ákveðnu skólaumhverfi. Þetta hægt að gera með svona í MH, það örugglega gert einhvern veginn öðruvísi í MR eða Vestló eða fjölbrautaskólanum á Suðurnesjum. Maður þarf líka að finna einhvern kúltúr sem að þessi þjónusta passar inn í og í hvaða takti. Það hægt að komast inn í lífsleikni í öllum skólum. Mér finnst það brjálæðislega spennandi tækifæri. Að koma með eitthvað svona geðfræðslu á þess að vera að tala um geðsjúkdóma, skiljiði, en tala um þessa, bara eins og við erum með líkamsrækt, að við erum með geðrækt og stuðning og svona normaliseringu á því hvað eðlilegt tilfinningalega er. Ég kem svona kannski með þessa tillögu bara eins og skilgreint af alþjóðlegu heilbrigðismálastofnuninni að heilbrigði þegar okkur líður vel líkamlega, andlega og félagslega. Þetta eru 3 þættir og þetta ekki bara það að vera laus við sjúkdóma og það þýðir ekki bara að fókusa á að borða 5 á dag og hlaupa maraþon, við þurfum líka að huga þessum andlega þætti okkar til að ná góðri heilsu og þetta á við okkur öll. Og góð geðheilsa það jákvæða ástand þegar einstaklingar
þekkir sína eigin styrkleika, getur nýtt á dagstæla, getur tekist á við eðlilegt álag, getur tekið virkan þátt í daglegu lífi og lagt sitt af mörkum. Og þetta ekkert smá risa verkefni sem við köllum bara góð og venjuleg geðheilsa, skiljið. Og unga fólkið okkar ekki bara takast á mörgu leyti á við þetta risa verkefni. Þeir að fara gegnum þroskaskeið sem með nýjar áskoranir og miklar ábyrgð og standa á eigin fótum. Hvað eðlilegt álag? Hverjir eru styrkleika mínir? Hvernig sinni ég verkefni dagsins? Og ég upplifi oft þetta vera oft þá svona krísu sem unga fólki lendir í. Og hver gerði það ekki, skiljiði? Átti allir bara var þetta alltaf rosalega auðveldur tíma að vera 15 til 25 ára? Ég man ekki eftir því, sko. Og ég velti því upp, gætu þetta verið höfuðáherslunar fyrir starf sálfræðinga í framhaldsskólum. Að efla og styrkja og vinna með þessa þætti og gegna þá ákveðnu forvarnar og fyrirbyggjandi hlutverki fyrir þá aðra þjónustu og meðferðar og heilbrigðisþjónustu sem á þessum vettvangi. En þetta samtala auðvitað sem væri bara mjög áhugavert að eiga í stærri hóp og við fleira fólk þegar þessi þjónusta verður kannski vonandi sett formlega á laggirnar. Ég aðeins að leika mér með þessar tölur bara hvort ungt fólk, af því það alltaf að tala unga fólki líði illa og bara svona í framhaldsskólapúlsinu sem kom í fyrra þegar við vorum að gera könnun á unga fólki þá kemur ljós að langstærstu hluti ungs fólks telur sig vera hamingjusamt og megum ekki gleyma því. Það yfir 75% ungs fólks sem merkir með 7 eða meira á svona einfaldri spurningu þegar á heildina litir ertu hamingjusamur. Og við megum ekki gleyma því að það eru mjög margir sem líður vel og eru gengur vel og hvað þau eru sterk og dugleg, þessi unga kynslóð sem að alast upp hjá okkur og mér finnst bara jákvætt að horfa á styrkleikanum. Hvað einkennir þessi? Af hverju gengur þessum krökkum svona vel? Hvað það? Það finnst mér áhugaverð spurning. Við erum svolítið duglega að setja neikvæðar fyrirsagnir að þau séu þunglynd og samfélagsmiðlar og kvíði og höfum áhyggjur og það mikilvægt. Vissulega það mikilvægt og auðvitað eigum við að vera með puttan á púlsinum. En af hverju líður samt svona mörgum svona vel? Það finnst mér líka góð spurning. Hratt, vonandi verða þessar glærur aðgengilegar, ég held ég sé búin að fara yfir þetta allt Mér finnst fyrst og fremst áhugavert, það að vera á sama tíma við erum að setja þetta inn, þá erum við að stytta framhaldsskólann í 3 ár. Það svigrúm ungs fólks til þess að sinna námi og tómstundum, það verið að þrengja að því. Það líka við erum að keyra svolítið álagið upp hjá þeim. Það ekki hægt annað en að ímynda sér að það hafi einhver áhrif á hvernig þeim líður. Og það var ráðstefnan í síðustu viku veljaðan í vinnunni, hvernig veljaðan í skólanum. Mér finnst það bara líka mikilvægt að hafa þessu í huga. Og við þurfum að taka það alvarlega að þó að þessi spennandi að sálfræðingar séu starfandi í framhaldsskólum og það sé vel efla stuðning á þessu leyti, þá ekki búið að setja hann formlega inn í kerfið. Við eigum dæmum það fyrir Norðan og Akureyri þar sem hann Hjalti Jónsson sálfræðingur var að standa sig mjög vel í 3 ár og svo var bara peningunum búinn og starfið bara lagt niður. Og við þurfum að beita öllum ráðum þar sem við erum að koma þessu svona festið í sessi. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Takk kærlega fyrir mig.